erum við yfirleitt með einhverja aðstæður þar sem að við erum fyrst með eitthvað einfaldara, til dæmis skimunarpróf eða eitthvað annað og svo væri hægt að fara í nákvæmari mælingu eða komast að einhverju sem myndu kalla svona einhvern allavega gullstandard, ef ekki bara hreinan sannleika. Og í þessu dæmi þá erum við með skimunarviðtal fyrir þunglyndi og við ætlum að athuga hvað er jákvæð greining samkvæmt þessu skimunarviðtali, hvað er forspárgildi þeirrar jákvæðu greiningar fyrir því að greina svo í raun þunglindur samkvæmt einhverjum stöðlum hvað það. Og jákvæða forspárgildið, það er raun og veru hérna. Jákvæða forspárgildið er þá það sem við köllum sannar jákvæðamælingar á móti sönnum jákvæðum plús fölskum jákvæðum. Það er að segja að við erum að skoða af þeim sem myndu greinast þunglyndi samkvæmt þessu viðtali af öllum þessum fjölda hér, hversu margir myndu vera þunglyndir í raun. Þannig að sönnu jákvæðu eru þeir sem greindust þunglyndi samkvæmt viðtali og voru svo í raun líka þunglindir samkvæmt þessum skimunarkvarða eða 14. Men í nefnvaranum eru þessi sami fjöldi aftur, en þá bætast líka við þeir sem greindust þunglindir samkvæmt viðtali en voru það svo ekki samkvæmt skimunarkvarða. Þannig að þeir bætast við í nefnarann. Þannig að jákvæða forspárgildið er þá 14 á móti 37 eða 37,8%. Þetta jákvæða forspárgildi segir okkur að ef einstaklingur á handahófi kemur inn, er greindur þunglindur samkvæmt skimunarviðtalinu, þá er í raun og veru bara 37,8% líkur og hann muni líka greinast þunglindur samkvæmt athvarfanum.